Sigur Óli Kristjánsson, aðalstöðuþjálfari Þór Káa. Þú ert að hefja þitt 7. tímabil. Hvernig líst þér á framhaldið? Mér líst vel á það, eins og alltaf. Það voru 5 ár búin með einhverju mánaðar stoppi hérna en maður hefur enn gaman að þessu og enn hefur maður trú á þessu, þannig að verðsna heldur maður. Þú veist að segja, það engin leiði komin í kallinn? Nei, það engin leið og hann kemur þá tekið stimpikortið og stimplar út. Móli, við vorum að ráða, eða deildin var að ráða nýja þjálfara sem að kannski nú ekki svo mjög þekktur hérna í okkar að Herborg Þórs. Hvernig líst þér á þessa ráðningu? Er þetta spennandi? Já, þetta er spennandi. Ég kannski þekki hann kannski betur en margur. Hann alltaf hefur verið hérna á Húsavík en þegar ég kom inn í þetta 2007 ég held strax vorið þá sameinaði ég Völsung í öðrum flokk í hét Þór Káa Völsungur og hann var þá með Völsung. Þetta var 2007 eða 2008, ég man það ekki, og hann að samstarf okkar eiginlega byrjaði þannig og þar svona kannski kynntist ég honum aðeins, tókum við einhverja 3-4 leiki hérna saman og eins 2008 síðan var hann held ég með bæði liðin í 1 ár og þessu búin að vera með held ég kallaliðin núna í 2 ár. Þannig að ég kannski hef fylgst með honum og við höfum talað saman svona í bóganum og þannig að ég þekki hann bara af góðu einu, þannig að mér líst vel á hann. Móli, ef við kíkjum að skoða maður sumar í sumar þá fór það nú kannski pínu öðru sig heldur en við ætlum í upphafi eða hvernig horfir það við þér? Áttur von á betra árangur í sumar? Nei, sko byrjum á því náttúrulega upphafi að missa Elvu Friðjóns í meiðsli. Það var það ljóst strax að hún ekki með, þetta voru alvarleg meiðsli, við mistum hana í mars. Við fengum Silvíu aldrei inn, hún var bara meidd. Þannig að það komin 2 svona póstar, svona kraftmiklum og duglegum stelpum sem að við mistum. Við mistum svo Vestnu og Döngu sem að voru náttúrulega búin að vera mjög góðir hjá okkur. Vestna mínu viti búin að vera einhver besti leikmaður í deildinni undanfarin 2-3 ár og held ég ekki fengið kannski kredit fyrir það sem hún var að gera hérna. Reynda voru allir hlutinu þær fóru náttúrulega kannski ekki vegna okkar heldur, bara ég langaði að fara í nýja verkefni og allt í góðu með það. Þannig að auðvitað var smá óvissa hjá okkur og ég held að þetta ári til að læra 4. sæti, það verður einhversi fúli með það en við mögum náttúrulega ekki vera á frek. Við erum átt okkur á því að svona breytingar og sérstaklega tekið fram að Silvía og Elva Friðjóns svona lokal stelpur sem bara mjög erfitt að missa. Þegar við fengum auðvitað útlendinga fyrir Vestnu og Döngu, svo sem ekkert síðri en kannski öðruvísi leikmenn. En okkur vantaði klálega þetta kreatív sem að Danga og Vestna voru að byggja upp fyrir okkur. Eru menn þá, já, og svo náttúrulega var að meistaradeildin og það var risastórt verkefni, risastóri mótherjar og hvernig, svona þú lítið tilbaka yfir þá 2 leiki, hvernig, ertu sáttur við hvernig við komum, eða stelpurnar komist þar á því? Já, sko, ef einhverju búðum mér upp á þetta 6-0 heima, 8-2 úti, sérstaklega útileikinu, þá hefði ég held ég bara sagt ok, við skulum bara hafa þetta svona, en þetta var náttúrulega bara veisla út í gegn fyrir mann sem hefur áhuga á sérstaklega kannski kvennaknattspyrnu, því að þetta lið náttúrulega bara verksmiða út í gegn, þetta sko, alveg við það að vera ekki mannlegt sko. Það eru frábærar skipulagi hjá þeim, taktíkin, tæknin, krafturinn og dugnaðurinn og harkan hann, sérstaklega í útileiknum, við áttum bara ekki séns sko í 25 mínútur og það var bara alveg öðrun að horfa á þetta. En auðvitað fórum við í þessa leiki bara til að ég segi, þetta var veisla, þetta var algjör, þetta er besta fermingarveisla sem ég hef farið í. Já, og þannig að stelpurnar og þú sem einn af úr þjálfaritefinni þið getur gengið sannarlega sáttar á borði eftir þessa 2 viðureignir við þetta stórlið. Já, sérstaklega stelpurnar sko, auðvitað náttúrulega var maður hérna sjálfur í meistaraflokki í úrvalsdeild í 6 ár en maður kannski aldrei nálægt, jú, við varum kannski nálægt í 2 ár en ræflaðin eins og við náðum aldrei svona árangri í hérna kattaboltanum þá, þráttur að við þóttumst vera ágætir.
en að vera árið, 17 ára gömul eða 16 eða þessar stelpur sem voru að spila hann hjá okkur, Amanda og Sandra og Laura og Helena og Ágústa, þær eru búin með 2 Evrópuleiki og þær eru bara, þær eru rétt bara skrinar um barnaskóla. Það ekki slæmt að hafa svoleiðis í fyrirskólanum sinni. En framhaldi máli, eru farnir að setjast niður og ræða við stelpur framhaldið, á ekki bara að bretta upp á ermarnar og reyna að halda áfram því góða og mikla starfi sem að hefur verið undanfarin ár? Jú, það er hugur í mönnum að halda áfram. Ég held að nenni enginn að fara einhverja gíra aftur á baki í þessu eftir að hafa verið kannski við það að ná einhverju, þetta náðum við einhverju. Við erum hann með lengjubikar, bæði A og B meistarar, við erum bikarmeistarar í öðrum flokki og við lendum í öðru sæti þess að tímabilið 2010 og þriðja þar á undan og fjórða og svo aftur fjórða núna, þannig að við erum búin að vera að slást um það núna, að vera hann eitt af 4 bestu liðunum og það er álega út að vera sig. Þannig að ég held að nenni enginn að fara að bakka í miðjumóðið eða fyrir neðan það og við þurfum auðvitað að byrja á því að setjast niður með stelpunum okkar, lokal stelpunum og sjá hverju eru klárar og sjá hverju er tilbúin til að koma áfram með okkur í þetta og svo byggja eitthvað á það. Já, það er náttúrulega skipta miklu máli að leggjast á allir á eitt við að reyna að halda þessum sterku stelpum sem við höfum verið að ala upp og eru hérna í liðinu og hafa verið burðarás í liðinu mörg undanfarin ár. Já, og það væri frábært ef við fjöldum þeim öllum sem hafa verið með okkur öllu ár og þá er líka gaman því við erum að fá mjög stóran hóp inn núna í fyrsta ári í öðrum flokki. Við erum að fá mjög jafnan hóp, mjög góðan hóp, margar stelpur, þannig að það verður bara stórt verkefni fyrir okkur að þróa þær áfram og þá þurfum við að hafa leikmenn á góðum kaliber í gæðum til að þær læri og verði hátt tempo á æfingum. Þannig að þú bara eins og kannski kom fram í upphæðu, þú ert bjartsýnn á framhaldi, það er ekkert annað en bara áfram veginn sem er framöndan. Já, ég segi eins og ég sagði í fyrra, ég er bjartur en ég get ekki verið bjartsýnn kannski fyrir en ég sé hópi myndast, það er engin ábyrgð í því tali að vera bjartsýnn þegar við stöndum aftur kannski á svona pínu byrjunarreit, hvað var það hóp. Það er ljóst að við missum þessar stelpur sem koma utan, flestar, þannig að við þurfum að byrja aftur að finna svona botnin kannski í því að ræða við okkar stelpur og fá þar allar inn og síðan byggja vonandi á einhverjum útlendingum ofan á það og þegar maður sér hópinn þá getur maður sagt er maður aðeins meira en bjartur og þá er maður bjartsýnn eða gott að dökna eitthvað auðmanni en við ætlum auðvitað að vinna vel í því fram á áramótum að festa hópinn og festa hann einhver gæði því að við vitum það að það er að koma á fyrsta ári í öðrum flokki núna margar stelpur góðar inn en við verðum að gefa þeim auðvitað þessi 2-3 ár í öðrum flokki að fá að banka inn á meistaraflokkin droppa inn og út og fá smá reynslu það er auðvitað konan okkar með reynslu hana í erfikeppninni en í raun þá kannski gefur það ekkert voðalega mikið kannski í hópinu næsta ári við verðum að hafa fullorðnar konur og með þessu stelpur sem er að koma upp. Þetta ræðirnar, það er verkefni morgundagsins en svona almennt eitthvað sem er langar að koma á framfæri bara til stuðningsmanna og þeirra sem er hérna úti og bíða kannski eftir að vita hvað verður? Nei, ekki nema bara eins og segi það eina sem gerist núna er það að við munum tala við stelpunar og auðvitað maður bjartsýnn að við náum að landa þeim áfram það hafa verið tryggar hérna fyrir þetta félag eða fyrir Þór Káa og vonandi verða það áfram og við getum verið með einhvern grunn hérna það sem að verður kannski svona það hefur verið í raun ásókn sérstaklega í útlendingum að koma til okkar við hefum kannski ekki fundið leikmenn í Reykjavík sem vilja koma hingað það er kannski miklu lengra frá Reykjavík til Akureyrar heldur en frá Evrópu það getur verið en við þurfum að vera hérna með góðan grunn hérna og ef við náum að festa góðan grunn hér þá koma áhorfendur það fylgir þessu öllu amma og afi og Magga systir og Stebbi bróðir og vinir og vinnufélagar og skólafélagar þá kemur svolítið svona músefin í þetta og ef við náum svo að bæta við einhverju quality frá útlöndum eins og við gerðum hérna 2007, 2008 og 2009
og reynda auðvitað 10 líka þegar við hefum verið með mjög góð útlendinga og það kannski það sem að hefur hjálpað okkur. Það eru allir sátti við útlendinga ef að þetta eru góður útlendingar. Leikið þá kemur 1 eða 2 svona sem mönnum finnst vera slakir, að þá kemur pínu svona hriktir aðeins í. Þannig að við verðum bara vanda okkur, höfum núna fram að kannski jólum eða fram með áramót að klára þennan hóp okkar, grunninn og síðan að fá góða útlendinga. Múli, takk kærlega fyrir og gangi ykkur vel í því sem að þeirri baráttu sem framöndan eru að halda á hóp og mæta sterkt til þessa ári. Takk fyrir sömuleiðis.